Áður en að ég byrja fyrirlestur minn, þá langar mig að sýna ykkur eitt stutt myndband. Ég á lítinn skrítinn skugga, svömmin svo líkur mér, hleypur með mér út og inn í alla króka sem ég finn. Allan daginn lappar léttur, leikur hann sér kringum mig, eins og ég hann á kvöldin, uppgefinn og hvílir sig. Getur þú málað til eitthvað með þér? Já. Þetta verður allt skemmt. Stundum dregst hann saman, svo hann verður ekki neitt. Þetta var auglýsingin okkar á herferðinni í fyrra og hún snertir þá sem eru krabbameinsgreindir mjög djúpt vegna þess að þegar maður hefur gengið í gegnum krabbamein þá losnar maður aldrei við þennan litla skrýtna skugga. Og partur af því sem að mig langar að gera í dag er að segja ykkur hans frá því, bæði hvernig að greinast og hvernig þið getið bara aðstoða fólk sem er í því, en líka hvernig þetta moving forward, af því að greiningin sjálf og það ferlið, það kannski 6-9 mánuðir, en svo þetta veruleiki sem fólki okkar þarf að glíma við alla ævi. Og það minnst svolítið svona við hæfi að það bleikur október í dag, vegna þess að ef við viljum ekki að horfa aftur á auglýsinguna. En það nú bara þannig að brjóstakrabbamein ótrúlega algengt og einhvers staðar fann ég þessa mynd að 1 af hverjum 8 konum í Bandaríkjunum munu fá brjóstakrabbamein. Þannig að ef við lítum bara í kringum ykkur, þá mjög líklegt að fleiri konur hérna inni sé að fara að fá brjóstakrabbamein eða eru ekki búin að fá það nú þegar. Og það svolítið sláandi vegna þess að maður heldur alltaf að þetta komi ekki fyrir sig. Og ég hélt það sjálf. Og þessi mynd tekin í desember, 7. desember. Það ótrúlegt hvað svona dagar bara greipast í minnið á manni. Við fórum á jólamarkaðinn í Hafnarfirði og bara ótrúlega gaman. Síðan fer ég heim og ég leggst upp í rúm, strákurinn minn að lesa fyrir mig og ég leggst upp í rúm og ég leggst svona með hendina og ég klóra mér hérna, brjóstinu. Þá finn ég bara strax það eitthvað þarna sem á ekki að vera. Og fyrir konur þá þetta eina bestu stellingunum til þess að kanna og þreifa brjóstin, ég vissi þetta ekki, og það mjög algengt að konur finni hnút þegar þær eru liggjandi að gera þetta eða í sturtu og þvo sér hárið. Þannig ég hvet ykkur til að nýta tækifæri vegna þess að það skiptir mjög miklu máli að finna þetta hratt. En ég fann þetta og ég vissi strax einhvern veginn bara, þetta eitthvað skrítið. Og þá byrjaði ég á erfiðasta partinum að mér fannst, sem að ég hef kosið að kalla hakkavélina. Fyrstu mánuðurinn, þá veit maður ekki neitt. Maður bara í fullt af rannsóknum, maður rosalega svona tilfinningalega hrár, maður bara grenjar við minnsta tækifæri og maður heldur að maður sé að fara að deyja. Það bara þannig. Jafnvel þótt að maður sé með svona auðvelt eins og brjóstakrabbamein sem tiltölulega bara svona straight forward, maður fer í einhverja meðferðir, þá heldur maður fer þangað. Og ég man að ég lá einu sinni með mannum mínum fyrir rúmi og við vorum að tala saman og hann segi, þú ert eitthvað skrítin, hvað að? Og ég fór bara að hágráta og ég segi, ætlar að leyfa mömmu og pappa sjá strákana því ég dáin, eða ætlar bara að flytja til Skotlands, hann sérst skoskur. Og hann var bara, wow, býtu, hvaðan ertu að koma? En á þessum tímapunkti maður svona. Og fyrir vinnuveitundur þetta oft svona erfiðasti tíminn vegna þess að stundum getur maður ekki sagt vinnuveitendum strax af því maður veit ekki neitt sjálfur og maður bara í svo miklu rusli. Og ég reyndi algjörlega að feika það í svona viku en ég mjög svona, hvað segir maður, svo að quote, I wear my emotion on my sleeve, þannig að það var mjög erfitt fyrir að feika það eitthvað lengi. Þannig að ég lét yfirmann minn vita mjög fljótt og það rosalega erfitt að segja þessi orð við yfirmann sinn, ég með krabbamein, sérstaklega á þessum tíma
vegna þess að þetta er svo óraunverulegt. Og þetta er bara, þú veist, það er einhvern veginn allir að bíða, fjölskyldan að bíða, vinnan að bíða og það er allt svo mikið limbo. Svo þegar planið er komið eftir svona cirka 3-4 vikur, þá fer manni að líða betur. Og fyrir mér var það vegna þess að ég vissi bara, ok, þetta er að fara að gerast. Og þá einhvern veginn var ég svona meira, fannst mér ég vera meira við stjórn. Mér fannst líka auðveldara að segja þetta upphátt á þess að fara að hágrenja. Og þú veist, það er mjög misjafnt í rauninni fyrir fólk hvað planið er. En allan leið og planið er komið, þá getur maður að fara að gera líka bara skipuleggja sig meira. Maður getur fara að tala við vinnuna, maður getur ákveða hvað maður ætlar að gera, maður getur fara að tala við aðra og það er svona, veist, já, þetta verður svona viðráðlegra verkefni. En það sem skiptir máli hérna er að til dæmis eins og með mig, það var sagt við mig bara, já, herðu, þetta er bara mjög einfalt, bara skurður og þú ert búinn. Þannig að ég var bara í vinnunni ég var að segja fólk bara, já, ég er nú reynda með krabbamein og fólk bara, oh my god, ég bara, nei, þetta er bara skurður út, bara, þetta er ekkert mál og var bara þvílíkt að downplaya þetta. Svo bara kemur í ljós þegar ég fer í skurðinn að þetta var búið að dreifa sér í illa. Og það var rosalega sjokk af því að ég var bara búin að horfa á planið, svo allt í einu var ég bara slegin niður. Og þetta finnst mér svolítið mikilvægt, sérstaklega ef þau eru að vinna með, þú veist, ef þau eru mannauðsfólk, að segja við fólk bara, já, ok, ég veit að þau eru með plan, en plön geta breyst og við ætlum að sýna sveigjanleika þar. Vegna þess að, veist, ég man að ég hugsaði bara, hvað er að fara að gerast núna, þú veist, og þannig að mér fannst það erfitt að planið væri að breytast og ég var bara rosa heppin að vera þannig vinnustað að það skipti ekki neinu máli, þau voru bara svo sveigjanleg. En það skiptir máli fyrir ykkur að vita, jafnvel þótt sem komið plan, það getur það breyst einu sinni, það getur breyst 2 svar, getur breyst 3 svar. Maður er ennþá mjög hræddur þarna, en maður fer í svona mót þar sem maður er bara svona survival mode og maður er ekkert mikið, kannski að hugsa maður sé að fara að deyja jafn mikið, en maður er svona meira bara að hugsa ok, ég ætla að klára þess að lyfjameðferðir, ég ætla að gera þetta. Nú, svo kemur í ljós, þess að ég segja að ég þurfti að fara í lyfjameðferð. Og ég var alltaf þekkt fyrir að vera bara með rosalega ljóst og fallegt hár og alveg bara, það var rosalega stór partur af mínu identity. Og þannig að, og þegar við örugglega heyrt þetta áður, en það var eitt af því erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum, var þegar ég þurfti að raka mig sköllótta. Vegna þess að það eru mjög fáa konur á mínum aldri sem eru eitthvað að raka sig sköllóttar nema séu veikar. Og þegar maður er að labba, það vita allir bara, þú veist, já, þessi Pía, hún er örugglega með krabbamein. Og svo er það líka þannig, og ég sýni ykkur mynd eftir smástund og svona smá disclaimer, hún er svolítið grafísk, en það er eitt að vera sköllóttur og krúnuraka sig, það er annað þegar maður missir öll hár. Það er bara, maður er eins og fester þarna í Adamsfjölskyldunni, maður er bara, þetta er hræðilegt, talandi þegar maður byrjar á sterónum, maður verður alveg svona, þú veist, þannig að þegar fólk var eitthvað bara, það lítið svo vel út, maður bara svona, ok, please, ekki, skilur, þú veist bara. Þannig að þetta var rosalega erfitt og þetta var rosalega svona tilfinningaþrungin stund þegar ég var að raka mér hárið, en mjög falleg að vissu leyti og að vissu leyti var mér létt þegar ég tók hárið af því að mér var búið að kvíða mjög mikið fyrir því. Raunveruleikinn, þegar maður er í lyfjameðferð, allavega svona eins og brjósta, þá er þetta lyfjameðferðir sem eru svona cirka 2-3 vegna fresti og maður fer í 6-8 skipti og fyrstu svona vikunar var ég alveg frekar hress, þú veist, maður var mjög veikur vikuna sem maður var kannski í meðferðinni og svo var maður hressari seinni vikuna. En málið er bara að eftir því sem maður er lengur í öllum þessum meðferðum þá bara þolir líkaminn minna og maður verður bara þreyttari og slíkt. Og maður bara fer að díla við alls konar vandamál sem maður bara hélt að maður á ekki að vita af. Til dæmis bara eins og augnþurrkur sem ég er ennþá að glíma við í dag er að bara, ef ég er að labba í smá roki þá er ég bara látlaust grenjandi af því að slímhúðinni mér er öllu fokki og þetta er mjög algengt þegar fólk fer í lyfjameðferð og það fer allt í rugl. En ég var svona pínulítið eins og Jekyll og Hyde þegar ég var í lyfjameðferðinni vegna þess að maður fær stera og þá var ég algjörlega hyper og ég er mjög svona task-oriented í vinnunni
og alltaf með to-do-listana mína, ég vissum að fleiri tengja hérna. Þannig að ég var alltaf búin, meðan ég var þreytt, búin að búa til tasklistan fyrir næstu viku og svo var maðurinn minn bara sveittur eftir mér að reyna bara, að halda öllu gangandi vegna þess að ég var bara on a mission að klára allan to-do-listan minn og svo bara krassaði ég. Og ég myndi ekki mæla með þessu, en hann reyndi allt til að stoppa mig og reyna að segja mér að slaka á. En bara málið er þegar maður er búin að vera slegið niður í vikunni sem að kímóið þá leiðum að fær smá orku, þá vill maður fara að gera hluti af því að þá finnst maður vera maður sjálfur. Fyrir þá sem að ákveða að vinna með meðferðum, það er alveg algengt og ég ákvað sem sagt að gera það. Það skiptir mig miklu máli og en þá er mjög mikilvægt fyrir ykkur að vita það eru ákveðin svona side effects eins og það sem er kallað kímóbrein, þar sem maður er bara glimnari, maður er með heilaþoku, þannig að ég til dæmis bara sagði fólkinu sem ég var að vinna með í verkefnum bara herðu, ég er að gangi í gegnum þetta eru einkennin, þannig að ef ég er eitthvað skrítin þá bara feel free að segja mér það. En í þessu ástandi þá hafa fjölskyldan og vinir mjög miklar áhyggjur af manni af því að maður er bara svona skugginn af sjálfum sér. Það er bara þannig. Nú, síðan fór ég í geisla, ég prófaði allt á lansanum, það er bara þannig. Og það var rosa skrítið vegna þess að í bara 3 vikur þá stjórnar þú engu í þínu kalendar. Það er bara einhver kona í móttökunni sem er bara, núna ert þú klukkan 10 alla daga næstu 4 vikur og þú ert að mæta hérna. Og maður bara, ok, en ég átti þarna, nei, það er ekki hægt að breyta. Þú ert bara klukkan 10 þarna, og þú veist, ok. Og svo er svona teiknað á mann, það var vist, held ég í gamla daga var það tattúverað, mjög þakklátt fyrir það ekki lengur. En það er þess teiknað á mann, þannig að maður fara alltaf rétt í geislana. Og mín helsta svona, hvað segir maður, ég var alltaf svona áhyggjur að það myndi þurrkast út, tússinn. Og ég segi við píunar á Landspítalanum, get ekki fengið hérna túss með mér vegna þess að ég er svo hrædd þetta þurrkist af. Og þær var bara nei, við höfum lent í því að fólk tússi vitlaust og ég bara, ok, þannig að það er bara þing. En þannig að það er alls konar svona sem maður er eitthvað bara, hvar er ég stödd? En mér er ekki treyst fyrir tússpenna, en það er önnur ella. En það sem að gerist í þessum parti af meðferðinni, þetta er svolítið skrítið. Maður er búin að vera í erfiðum meðferðum, maður er búin að vera í skurðaðgerðum, öllu þessu. En núna sér maður að maður er að vera búinn. Og þá allt í einu fer maður að kvíða fyrir því. Vegna þess að með maður er í lyfjameðferð, með maður er í öllu þessu, þá er maður í svo rosalega góðu utanumhaldi og það er svo rosalega mikið verið að fylgjast með manni að maður finnst maður svolítið öruggur að krabbameini sé ekki að koma aftur. En þarna er maður bara, ok, vá, þetta er bara alveg að vera búið. Og það er mjög scary. Nú, önnur side effects sem að mér fannst svolítið erfitt að díla við að geislarnir eru ólíkir lyfjameðferð að þeir safnast upp í líkamanum þannig að þreytan kemur oft 2 mánuðum seinna. Og þegar það gerðist fyrir mig, þá var ég rosalega hrædd. Ég var svo hrædd að krabbameini væri komið aftur og ég var aftur orðin veik. Þannig að þetta svona aðeins bara ruglaði í hausnum á manni. En síðan líka önnur, vandamál geta komið upp eins og brunasár og slíkt, en mér fannst geislarnir samt bara að vera snakk með lyfjameðferðina. Nú, en svo er það þannig að þótt að þú sett búin í, þess að þannig var ég búin í skurð, lyfjum og geislum, þá var ég ekki alveg búin vegna þess að ég þurfti að fara í ákveðna framhaldsmeðferðir og líka fleiri skurðaðgerðir og bara svona fyrir ykkur, ef þið eru að vinna með einhverjum sem hefur gengið gegnum krabbamein og þið vitið að hann er að fara á Landspítala þótt að þetta sé ekkert krabbameinstengt, þá er þetta triggerandi fyrir fólk að þurfa að fara á spítalan, fara inn á kannski deildina, eins og ég fór í svona beinþéttnisbrautur, þetta var bara mjög, í rauninni gott fyrir mig, en bara ég þurfti að setjast í sömu stólana, sjá hina sem voru krabbameinsgreindir og þetta var bara flashback í það sem var. Þannig að gott að hafa það í huga þegar þið eruð að vinna með einhverjum. Nú, þegar ég fór í skurðaðgerðirnar, þá var líka mjög erfitt að verða veik aftur. Maður fannst einhvern veginn svona loksins vera að finna sjálfan sig og svo einhvern veginn var maður slegið niður. Þannig að þetta eru mjög flóknar tilfinningar. Og svona fleiri flóknar tilfinningar er að missa vinkonu sínar. Maður verður mjög náinn stelpunum sem maður gengur þessa baráttu með og eitt sumarið þá jarðaði ég 4
4 ungar konur. Og það var alveg hræðilegt. Og ég var svo hrædd að deyja eftir það. Og þetta bara eitthvað sem maður getur ekki lýst fyrir öðrum. Að þykja vænt einhvern svona og við erum að deila reynslu sem að aðrir eru ekki að deila og svo það bara farnar. Og það þetta flóknu limbó að vera að nýta sér þjónustu, svo ljósið og kraft sem eru svo ótrúlega mikilvægar, en geta líka verið ótrúlega erfiðar. Nú, svo það líka bara þannig að maður má ekki fá höfuðverk eða vera þreyttur eða eitthvað skrítinn að maður fyrsta hugsunin þetta komið aftur. Og ég að vona, núna ég að detta í 5 ár, sem sagt núna í desember, sem ég greindist, og mér finnst þetta að vera að skána. Þetta ennþá þarna, en þetta ekki að fyrsta sem kemur upp. Núna fæ ég bara parataps ef ég fæ höfuðverk á þess að halda ég sé að fara að deyja. En fyrstu svona 2-3 árin voru alveg þannig að það mátti einhvern veginn ekkert koma upp og þá var maður komin í þetta. Önnur spurning sem að mér fannst mjög erfið var, verði ég einhvern tímann ég aftur? Þegar maður búin að ganga í gegnum lyfjameðferð, geisla, maður svo skugginn að sjálfum sér. Ég man að ég leit í spegil einn dag. Hárið á mér var bara út í loftið. Ég var búin að þyngjast vegna þess að það núna algengasta aukaverkunin hjá lyfjameðferð að þyngjast, believe it or not. Bara, ekkert sem að fær neitt. Og ég var hann þyngri og ég bara, horfði á mig og ég var bara svo orkulaus og ég hugsaði bara, guð minn góður, þetta bara að vera lífið mitt næstu árin? Og ég bara svona, mér féllist heila hendur. En ég svona búin að sætta mig við það að ég verð aldrei gamla Viktoría aftur. Ég ætla að segja að ég sé öðruvísi útgáfa með meiri reynslu og meiri þroska og krabbameini gaf mér margt þar, en ég verð ennþá að passa mig mjög mikið. Það mjög algengt að fólk byrji allt og hratt í vinnu og ég var ein af þeim. Ég ákvað mér að skipta vinnu og sem var náttúrulega bara hræðileg hugmynd. Og ég vann mig algjörlega í hel og krabbameinslæknirinn sagði við mig bara, hann sagði þú ert búin að fresta batanum þínum 2 ár af því þú ert búin að vera svo mikið að vinna. Og þetta þessi balans að vilja fara og vera maður sjálfur, að því mér fannst einhvern veginn þegar ég var í vinnunni þá var ég bara, já ok, Viktoría þarna. Svo fór ég bara heim og krassaði. Ég gat ekki sinnt fjölskyldunni, gat ekki gert neitt með manninu mínum að því ég var alltaf svo þreytt. Ég bara fór beint úr vinnunni, ég horf á sjónvarpið og það ekki eðlilegt. Þannig að hafið það svona í huga þegar þið sjáu fólk koma tilbaka að oft fer fólk bara algjörlega yfir öll limit af því að það bara svo spennt að fá að vera sjálft aftur en það þarf að passa það að það brenni ekki út. Nú síðan notaði ég persónulega mjög mikinn húmor í minni meðferð og hérna sjáu þetta skiptin sem ég fór í lyfjameðferð og ég ákvað að vera aldrei með sama hárið í hvers skipti sem ég fór í lyfjameðferð. Ég keypti svona 20 hárkollur á AliExpress og hjúkrunarfræðingarnir voru alltaf bara Viktoría, og ég bara, já, og hún bara, ég bara þekkti þig ekki, nei, bara ný Viktoría í dag og þetta svona veitti mér gleði. Nú, svo frægt þegar ég fór í Costco með manninu mínum og ég náttúrulega ekki svona dökkhærð vanalega og svo skildi ég ekkert í því, hann fór að sækja eitthvað og ég búin að vera bara, hvar maðurinn? Svo kemur tím bara, ég var búin að gleyma að vera dökkhærð í dag maður. Så hann bara týndi mér og búin að leita og var náttúrulega bara að leita mér ljóshærði. Nú, svo átti ég eina kollu sem ég kallaði Kardashian kolluna, þetta var sparikollan mín, hún var mjög svona, mér fannst ég alltaf vera rosa skvísa þegar ég var með hana. Nú, svo segir nú bara ekki annað að það ekki hægt annað en að hafa húmor fyrir sér þegar lambakrullunar byrja að mæta svæðið og ég að tala um það að ég þurfti að fara í hagkaup og kaupa eitthvað extra strong GS til þess að bara halda þessu niðri, þetta var alveg ruglað Þetta var á þessum tíma sem ég var bara guðmgóður, verði alltaf svona. Og svo hárkollupartí með vinkonunum, það var mjög skemmtilegt og ég fékk mjög góðan stuðning frá vinkonum mínum. Og bæði úr verkfræðinni og grunnskóla og bara á fleirum og það skiptir rosa miklu máli að geta hlegið með fólki. Nú síðan það þannig að þegar hárið að koma aftur að fara þá klæja mann svo mikið og þá var ein mentor vinkonu mín sem sagði bara, taktu bara teip og þú bara svona tekur þetta af, þannig ég var bara svoleiðis teima
Þannig að það ýmislegt sem maður hugsa bara, hvað ég að gera? Bara hvenær lendi ég í þessu að vera eitthvað að nota eitthvað teip á skallan á mér til þess að ná í burtu. En ég að missa tíman, en stuðningur stjórnenda skiptir gríðarlega miklu máli og þetta Egill Jónsson sem minn mentor og hann studdi mig þvílíkt mikið í gegnum mína baráttu, gaf mér svigrúm og sveigjanleika, hann var í reglulegu check-inu við mig en líka sem mér var svolítið sniðugt á honum, hann hafði samband við vinkonum mínar sem voru að vinna með mér og bara hvernig hún í alvörunni, þú veist, af því að hann var mjög meðvitaður að ég myndi kannski ekki gefa honum réttu útgáfuna. En eins og ég segi, í vinnunni fannst mér ég vera Viktoría og það hentaði mér mjög vel að vinna með. Þess vegna myndi ég alltaf segja við ykkur að ef aðili kemur til ykkar og segist vera að fara í gegnum þetta og hann segist vilja vinna, ekki segja nei, þú ert að fara í veikindaleyfi, segi fyrir eitthvað bara, ok, hvernig getum við gert þetta saman, hvernig getum við veitt þér sveigjanleika, af því að fyrir suma þetta algjör líflína að komast í vinnuna og fá að vera maður sjálfur. Nú, síðan hún Vala hún var mannauðsmanneskjan þegar ég var að ganga í gegnum þetta hjá Össuri. Við tókum óformlega fundi, hún pingaði mig oft að spjalla, þetta var reyndar í COVID, þannig að þetta var svona alveg ekstra. Bauð stuðning, hjálpaði mér við svona þessa praktísku hluti. Hún var líka að hitta Egill og svona tala þetta og ég veit að Egill sagði við hana, Vala, hvernig ætlum við að passa að Viktoría vinni ekki yfir sig þegar hún kom tilbaka? og svo bara ákvað ég að skipta vinnu, þannig að hann hafði enga stjórn á, ég elsku kallinn. En og það sem að mér finnst líka annað lessons learned að stundum þegar maður að segja ykkur eitthvað, þá þurfum við bara að hlusta. Þið þurfið ekki að svara öllum spurningunum okkar, þið þurfið ekki að, þú veist, stundum þegar það hringt í mig og sagt, herri, ég með krabbamein, veitir hvað ég segi? Helvítis fucking ertu komið krabbamein. Af því hvað var að segja? Þetta ömurlegar fréttir. Ég ekki að fara að biðja ykkur að fara að leysa þetta vandamál fyrir mig, stundum þarf maður bara að fá eyra. En ég myndi alltaf mæla með að involvera mannauðsdeildin ykkar í þetta ferli. Skiptir gríðarlega miklu máli. Nú, stuðningur samstarfsmanna, vina og aðstæðenda. Ég ætla að segja og ég var að ræða þetta við hana Hrefnu, vinkonu mína, sem nú undir að við erum alltof feimin við að bara taka upp símann og hringja eða senda skilaboð. Ég veit að þið hefur öll lent í því að það gerist eitthvað eða það greinist einhver og þið hugsið, mér langar svo að senda þeim skilaboð, mér langar svo aðeins að tengjast þeim. En svo hugsið, ég hef ekki talað við þið svo lengi, þú veist, ég kann ekki við það, hún vill það örugglega ekki. Ég segi, takið þessar hugsanir í burtu, sendi skilaboðin, hringi símtalið. Vegna þess að ef við erum þreytt, ef við viljum ekki svara, guess what, þá bara svörum við ekki. En okkur þykir vænt um þetta. Og það kom mér svo óvart þegar ég greindist að þeir sem ég hélt að myndi vera bara þeir hafði ekki samband af því þeir vissi ekki hvernig átt að nálgast mig. Og mér fannst það mjög leiðinlegt. Þannig að ég hvet ykkur til þess, þótt það sé óþægilegt og þótt þið viti ekki hvað ég segja, bara segja herri, ég að hugsa til þín. Bara maður metur það rosa mikið. Og svo annað, við viljum taka þátt í viðburðum, en oft erum við bara þreytt eða veik eða eitthvað svoleiðis, ekki hætta að bjóða okkur. Þú veist, það var ein stelpa sem ég þekkti, hún var alveg bara, þú veist, við hefum ekki verið lengi vinkonur og hún fór að senda mér skilaboð og ég var ekki bara, nei, ég lifa mig fyrir núna og svo bara hætti hún, af því að ég hefði sagt nei 3 svar. En það þýðir ekki að við viljum ekki gera það, þetta bara, þegar maður lifa með þá bara er ekki hægt að treysta á eitt né neitt. Nú, það sem ekki hjálplegt og believe it or not, fólk sagði þetta við mig. Já, ég þekki eina konu sem var með svona krabbamein og hún dó. Takk, þetta var hjálplegt eða ekki. Og þetta controversial en bara, mér varst mjög leiðilegt að heyra, hvað sæt svona sköllótt, ég bara svona, þú veist, þegar manni líður eins og festar frænda, að þá maður ekki þarna, skilurðu. Og svo þetta klassíska sem margir segja, endilega hringdu í mig ef það vantar aðstoð. Hversu líklegt finnst ykkur að ég sé frá að hringja ykkur mannesku með að biðja ykkur hjálp? Þú veist, það nánasta netið sem að hjálpa manni. Þannig að ég segi alltaf, í staðan fyrir að segja, endilega hringdu eða vantar aðstoð, gerið eitthvað fallegt, þú veist, eða bjóðist þess að taka börnin, eða gerið eitthvað, ekki láta þið hendunar á manneskjunum sem greinist að finna út úr því hvernig þið getið hjálpað. Stuðningur við nánustu aðstandar. Eins og ég sagði, maðurinn minn skoskur, ekki með stórt net á bakvið sig. Ég greinst í COVID, foreldrar hans mátti ekki eins og komið heimsækja okkur frá Skotlandi
Og það sem að gerist mjög oft fyrir nánustu aðstandendur, sérstaklega maka, sérstaklega kalla, ætla ég bara að segja hana, er að þeir lenda á vegg svona 2 árum seinna. Þeir taka allt á kassan og þetta fer ofta á líkamann á þeim, oft bara byrjar að fá í baki og skilja ekkert hvað er að. Það er vegna þess að þeir hafa ekki náð að leysa úr þeim áföllum sem hafa verið. Og þess vegna myndi ég alltaf segja, þú veist, hugsi líka ef að þið vitið af einhverjum sem á maka sem er í meðferð, endilega tengist heim líka. Þú veist, segi bara, hvernig get ég hjálpa þér? Hvernig getum við verið sveigjanleg fyrir þig? Vegna þess að þetta lendir allt á makanum. Og það sem er hjálplegt hérna, bjóðst þess að skipleggja eitthvað skemmtilegt fyrir börnin, að því eins og ég segi, maður heldur að maður sé alveg hræðileg mamma. Passa að leyfa makanum frá andrými, þetta er svona pínlítið eins og þegar maður er með lítið börn og það þarf að finna einhvern til þess að passa mann. Að því að makinn hefur svo miklu áhyggjur af manni að þú veist, hann vill ekki fara frá manni nema einhver sem með manni liggur við þegar maður er veikastur. Og þess vegna er svo gott að segja bara, þú veist, hei, ég ætla að koma að heimsækja Viktoríu, far þú og gerð þú eitthvað skemmtilegt. Eða við ætlum að taka Stuart og gera þetta. Þú veist, ég myndi alveg ekki gleyma makanum, þetta er mjög mikilvægt. Og líka bara tjekka hvernig líður. Það er alltaf bara, hvernig líður Viktoríu? Ég var einhvern veginn aðal fókusinn og hann var með allt á bakinu, elsku kallinn. Nú, spurningar sem eru ekki hjálplegar, núna ertu búin og hvað svo? Og bara leið og hárið á mér kom, þá byrjaði fólk bara, já, þetta er bara hress, þetta er ekki bara læknuð. Hvenær ætlar að koma í vinnu? Fyrir mér skipti þessi spurning ekki máli, en þetta er það sem ég heyri frá vinkonum mínum sem að ákveða að vinna ekki, að þeim fannst þessi spurning mjög erfið. Er ekki bara allt í lagi? Og auðvitað vill fólk bara fá að heyra, jú, bara allt í geggju. Og þá er ég sérstaklega tala eftir mjög stuttan tíma, þegar maður er bara líka nýbúin að skríða og geisla með eitthvað. Segðu mér endilega að það er eitthvað sem get gert fyrir þig. Þú veist, þið getið sleppt í, við erum ekki að fara að gera það. Reynið fyrir að gera eitthvað fallegt fyrir mannskjuna. Oh my god, þetta getur gert mig brjála. Fólk er ennþá alveg bara, ættið þú verið að drekka Coke Zero, vinkona, þú veist, búin að greinast með krabbamein. Bara fyrirgefðu, þegar maður er í lyfjameðferð, þá reynir maður bara að tróða öllu ofan í sig sem maður getur. Og ef það er Pepsi Max eða Coke Zero, þá ætlum ég bara að fá að gera það í friði. Þú veist, ég þarf ekki að fá að vita þetta frá öðrum. Já, eftir með krabbamein, frænka mín dó síðasta ári. Það sem er hjálplegt er að hvetja fólk til að nýta sér þjónustu eins og ljós og kraft. Kraftur til dæmis er með þjónustu frá 18 til 40 ára, ljósið er frábært og ég myndi allan daginn beina fólki þangað. Hvetja fólk að tala við hlutlausan aðila. Ég hafði aldrei hitt sálfræðing áður og gerði það í þessum ferli, hjálpaði mér gríðarlega mikið og maður þarf ekki að vera þarna á hverjum degi en þetta bara hjálpa manni að vinna úr áfallinu. Og mér fannst ekkert mál að vera spurð hvernig hefur það ef fólk að teki því að ég sagði mér líður ömurlega og fólk, en það er alveg ótrúlega hvað fólki fannst það óþægilegt sumum, vildu bara fá að heyra já ég er hress, þannig að við erum bara undir það viðbúin að fólk segi sannleikann. En mér langar að segja ykkur, þessi mynd var sérst tekin þegar ég var í gegnum ferlið mitt, þá var eina þættirnir sem ég gat horft á voru þeir sem létu mig líða vel. Og ég horfði sérst á öll seasonin að RuPaul Drag Race og ég hef heyrt það sem mjög vinsæl þáttaröð hjá krabbameinsgreindu að þetta er bara svo fallegi þættir og bara, maður gat bara horft á þetta á eins og þurfa að setja inn. Og þarna kom ég var búin að klára alla meðferðirnar og það er engin svona bjalla á Landspítalanum, þú veist, maður er búin, maður bara mætir heim til sín og maður er bara, já, ég er bara búin. Og bara lífið bara halda áfram. Þannig ég tók bara eitt góðan dans og grenjaði yfir I'm a winner baby og þetta var mjög svona therapeutical. Nú, raunveruleikinn 5 árum síðar, ég þarf ennþá að passa mig mjög mikið varðandi orkuna. Ég finn það líka bara því mér finnst svo gaman í vinnunni að það vill oft svona verða til þess að til dæmis að hreyfa sig eða slíkt fer í sæti númer 2 hjá mér. Og ég er að reyna að vera meðvituð það og passa mig og það hjálpa mér líka bara mjög mikið, fara í hugleiðslu og slíkt og ég hvet ykkur til að gera það líka ef það er ekki próf svoleiðis. En það sem er líka raunveruleikinn að það er breytt forgangsröðun hjá manni og ég veit að það eru sumir á Facebook hjá mér sem er alltaf bara þið eru alltaf út í útlöndum og það er mjög meðvitað vegna þess að ég sagði við manni minn eftir ég greindist, ég sagði ég vill ferðast með fjölskyldunni og vinum. Það verður númer 1 í forgangi hjá mér. Þannig að ég er aldrei að fara að vera manneskjan sem segir nei við að fara í eitthvað sprell og fara til útlanda.
og það skiptir mig mjög miklu máli að ferðast með strákunum mínum. Þeir eru orðnir 13 og 17, ég veit að þeir nenna bráðum ekki að fara að vera með okkur, þannig að núna er þetta mín forgangsröðun. Fara og gera skemmtilega hluti með vinkonunum. Þú veist, þessar stelpur sem að umkringdu mig, æsku vinkonum mínar og verkfræðistelpunar, þvílík lukka að hafa svona net. Og bara, ég get eiginlega ekki lýst í þegar það komið til mín, þegar ég greinist, þetta er COVID, þær máttu ekki knúsa mig, þær bönkuðu á hurðina og þær voru búin að skilja eftir poka og þær stóðu svona í hring í kringum hurðinni hjá mér og ég mátti ekki knúsa þær að það var COVID. Og við stóðum þarna allar í nokkra mínútur og bara grenjuðum að þetta var svo ömurlegt. Og ég bara, vinkonur, þetta er bara. En það sem er líka er að ég vil gefa tilbaka, þess vegna er ég eins og segi formaður Krafts, að því mér finnst mikilvægt að koma þessum skilaboðum áleiðis. Ég hef líka verið í auglýsingum fyrir ljósið, það er líka mjög mikilvægt. En bara þessi hjálparsamtök, bara hvet ykkur til þess að beina fólki þangað, styrkja þau og bara, já, ég er allan mjög ánægð með það. En ég veit ég er komin langt yfir tímann, sorry, en takk fyrir mig.